Norrlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi. Elsta sögufélag landsins og héraðsskjalasafn eru í Skagafirði. Sögufélag Skagfirðinga fagnar 80 ára afmæli á þessu ári og 70 ári eru frá stofnun héraðsskjalasafns Skagfirðinga. Af því tilefni var haldið fróðlegt málþing í Sæluvikunni sem bar yfirskriftina Skagfisk, fræði í nútíð og fortíð. Sögufélagið, það stofnað 1937 í apríl og það var nú búið að eiga svolítið aðdraganda en markmið þess var strax að reyna að safna gögnum til sögu héraðsins og fyrsti formaður félagsins verður Sigurður Sigurðsson sýslumaður og síðan tekur Jón Sigurðsson alþingismaður á Reynistað við og Jón á Reynistað verður náttúrulega ótvírætt svona dráttarplógurinn fyrir sögufélaginu og hafði gríðarlega áhrif á þróun skagfirskra fræða hér í Skagafirði. Markmið félagsins var strax að safna gögnum, handritum, alveg létu skrifa handrit og þeir létu afrita kirkjubækur og fyrsta bókin kemur út 1939 ásbyrninga í Skagafirði og næsta áratuginn koma út allmargar bækur sögu héraðsins allt frá landnámi til fram á miðaldir. Og Jón á Reynistað, hann aðal driffjöðurinn í þessu og hann vinnur þetta jafnframt þingstörfum sínum. Þá situr hann gjarnan á Þjóðskjalasafni og skrifar upp heimildir þegar að aðrir voru í þingveislum eða öðru slíku. Síðan gerist það að 1947 þá Jón á Reynistað forgöngumaður þess að lögum héraðsskjalasafn og strax í framhaldi af því stofnað fyrsta héraðsskjalasafnið á Íslandi og eftir samkvæmt þessum lögum og það einmitt í apríl líka 1947 og það var svona mátti að vissum hætti skoða sem framhald af stofnun sögufélagsins því að síðan fær héraðsskjalasafnið til varðveislu öll gögn og þau sem að sögufélagið hafði aflað og síðan þróast þessar stofnanir áfram allt til dagsins í dag og vonandi miklu lengur. En frá megin markmið sögufélagsins hefur verið rannsóknir og heimildaöflun sögu Skagafjarðar og félagið búið að gefa út síðan í þessi 80 ár þá það búið að gefa út milli 90 og 100 rit úr sögu héraðsins og meginverkefnin hafa verið Skagfirðingabók sem nú svona fasti punkturinn í starfsemi félagsins. Hún byrjaði að koma út 1966 og hefur komið út síðan með nokkura ára stundum hafa verið hlé. Það komið á 37 bækur, 7400 blaðsíður af skagfirskefni. Síðan annað meginverkefni sögufélagsins, það hefur verið útgáfa á skagfirskum æviskrám. Þær byrjuðu að koma út upp á 1960 og síðan hafa komið út 18 bindi og í þessum bókum komnir þættir yfir 6000 einstaklinga í héraðinu og þetta reyndar óþrjótandi verkefni til framtíðar. En
síðan meginverkefni sem að sögufélagið stendur að núna sem útgefandi, það byggðasaga Skagafjarðar. Og fyrsta bókin í henni kom út 1999 og það komin út 7 bindi. 8. væntanlegt núna í haust og þegar uppi staðið reiknum að þetta verði 10 bindi á að giska 4500 blaðsíðum og þarna fjallað milli 600 og 700 jarðir í Skagafirði. Héraðsskjalasafnið orðið svo stútfullt af skjölum, bæði gömlum og nýjum, að það við það að sprengja utan af sér húsnæðið. Þar að sönnu að finna mjög merkileg skjöl sem erfitt að meta til fjár. Uppistaðan hér á Skjalasafninu eru gögn hreppsins, eða hreppana gömlu hér í Skagafirði og svo erum við líka með töluvert af einkaskjölum. Og ætli þetta sé ekki svona til helminga, cirka bát. Hvað sé merkilegasta gagnið hér, það nú mjög erfitt að segja og fyrir mjög eftir hvað þú ert að rannsaka. Með elstu handritunum hér þetta handrit hér frá cirka 1660. Þetta konungsskuggsjá, Sverrissaga. En svo þegar var verið að gera við þetta handrit, þá kom reyndar í ljós. Inn í þessu voru skinnhandrit, svona litli bútar. Og hér augljóslega nótur að ræða. Og þetta hluti á tónlistararfi okkar Íslendinga. Það aldagömmul hefð fyrir því að varðveita sögur í Skagafirði, bæði munnlegar og skriflegar heimildir. Sólborg getur ekki gert upp á milli hvaða handrit henni þykir merkilegast á safninu. Við erum líka með gríðarlega stórt ljósmyndasafn hér á Skjalasafninu. Við höfum verið að leggja okkur mikið fram við að koma svo á framfæri. Þetta á netinu hjá okkur og við erum alltaf að bæta þá þjónustu okkar. Einnig erum við farin að mynda handrit og gögn til þess að koma svo á framfæri. Þannig að fólk geti rannsakað gögnin okkar hvar sem þau sitja. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands og sagnfræðingur, var gestur afmælishátíðarinnar. Hvers virði það að geyma sögur með þessum hætti eins og sögufélagið hefur gert og Héraðsskjalasafn Skagfirðinga? Það mjög mikils virði. Það eykur samkennd í samfélaginu. Mér sagt að það sé vandfundinn sá bær hér í Skagafirði, þar sem ekki getur að líta byggðasöguna. Félagar í sögufélagi Skagfirðinga á 800 sem magnað og sú ræktarsemi sem menn sýna hér sögunni mikils virði, ekki bara til þess að kunna skil á sögunni, heldur líka eins og ég segi, til þess að láta fólk finna að hér hefur fólk búið saman í blíðu og stríðu og þannig verður það vonandi áfram. Nú Skagafirði þekktur sem sögu hérað, svona í því samhengi gagnvart Íslandi. Hvernig gætu aðrir lært af Skagfirðingum? Já, ég skal ekki segja það náttúrulega. Væri gaman að fá eins yfirgripsmikla sögu annarra byggðarlaga og getur að líta í byggðasögu Skagafjarðar og öðrum ritum sem sögufélagið hefur komið að. Þannig að menn mættu taka sér Skagfirðinga til fyrirmyndar í þeim efnum. Nú, ég held að ef menn ekki huga að sögunni, þá fari menn á við svo mikið. Þá missi menn tenginguna við landið, við umhverfið, við aðra í kringum sig. Þannig að ég mæli nú sterklega með því að Íslendingar allir hugi að því hvað menn hafa gert vel hér í þessu byggðarlagi og hérna hafið það til eftirbreytni.
Norlenska nautakjötið. Uppskrift að góðu kvöldi.